Takk Gísli, þarna ertu. Og hér er ég, sameinaður á ný á föstudagskvöldi. Það mætti segja að ég sé litla stúlkan og þú gamli en tryggi hesturinn í frétt eftir Magnús Hlyn sem fjallar einstakt samband. Einstakt samband hefur skapast á milli 13 ára knapa í Ölfusi og hestsins Baldvins. Einstakt samband hefur myndast á milli lambs og 4 mánaða stúlku. Einstakt samband hefur myndast á milli 4 ára gamallar telpu á Selfossi og Gaums. Einstakt samband hefur myndast á milli tæplega níræðs manns og branduglu unga á sveitabæ við Hvolsvöll. Ég og þú Gísli, ég og þú. En nóg það. Í vikunni kom tvennt mjög mikið á óvart. Eyvi er byrjaður að hvíta tennur og Bergþór og Albert voru meira að segja fyrstu kúnarnir og forstjóri N1 er með 5,9 milljónir í laun á mánuði. Við skulum vona að fólki sem borgar í lífeyrissjóðuna sem eiga stærstu hlutuna í N1 sé ánægt með forstjóna sinn en sjálfum er honum eflaust misboðið. Þar sem hann lýsti sjálfum sér sem ódýra forstjóranum þegar hann tók við starfinu. Þetta er pínu eins og ef IBVF myndi kalla sig rólega liðið í handboltanum. Og talandum íþróttir þá er hérna sturluð staðreynd. Liverpool tapaði á Old Trafford á laugardaginn. Ronaldo kom til landsins eftir helgi og sjálfur Eric Cantona mætti á svæðið. En þetta var samt ömurleg vika fyrir stuðningsfólk Manchester United sem datt óvænt út úr meistaradeildinni á þriðjudaginn. Og næst þetta. Í alvöru? Ég fæ í kringum 180.000 á mánuði af því ég held tvöfalt heimili og það dugar ekki fyrir afborgunum af lánum af þeirri íbúð sem ég fjárfesti hér í 2013 sem var þó að þokkalega góðu verði miðað við minnsta gengi dagsins í dag. Í alvöru? Já, ríkið á sem sagt að borga upp lánið hennar. Ég bara nenni ekki að tala þetta lengur. Þingmenn með að bara opna ríkissjóð og taka það sem vilja. Ásmundur getur keypt sér bensín og Bjargeim að borga upp þetta lánum. Þeir dörrlu sama. En talandi góðarið. Bílabú Benna annar varla eftirspurn eftir nýjum Porsum og oddviti Framsóknar í borginni ætlar að gera allt sem hann getur til að koma þeim öllum fyrir á götunum. Til dæmis fjarlægja þessa bekki. Það sittast á þessa bekki hérna. Ég hef aldrei séð nokkurn einasta mann sitja á þessum bekkjum. En þetta er útsýni bara yfir gatnamótin, sko. Þessi bekkir komu hérna líka þegar Grensásvegurinn var þrengdur. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlega sóun og skatti. Þetta svifryk spænir sig ekki upp sjálft. En að lokum þetta. Íslenskir karlar hafa stigið fram á samfélagsmiðlum í vikunni og sagt frá hvernig karlmennskan hefur með kröfum sínum þvælst fyrir þeim í lífinu. Allir erum við jú með tilfinningar og sjálfur grét ég síðast bara í gær þegar nýja landsliðstreyjan var kynnt. En svona ángríns þá tek ég ofan fyrir körlum sem eru óhræddir við að opna sig upp á gátt. Og varðandi landsliðstreyjuna þá grét ég ekkert svo mikið. Hún er ekkert ljót, þó hún sé reyndar heldur ekkert flott. Hún er bara fín. Ef þessi treyja væri hljómsveit, þá væri hún Coldplay. Ef hún væri bíll, þá væri hún Toyota Corolla og ef hún væri ís, þá væri hún vanilís. Og enginn hatar vanilís, þó flestir vilja hafa með allavega smá súkkulaðisósu. Er ég að segja að vanti kannski smá súkkulaðisósu á búninginn? Já.